Kæra þakkir, herra Ólafur Ragnar, fyrir yfirgripsmikið og gott ávarp. Annar hluti málþingsins ber yfirskriftina þjóðaröryggi. Og ég bið velkomna til leiks þáttakendur í þeim hluta málþingsins, en það eru þau Áslaug Arna Sigbjörnsdóttir, formaður utanríkismálanefndar Alþingis, Anna Jóhannsdóttir, sendiherra og fastafulltrúi Íslands hjá Atlantshafsbandalaginu, Guðmundur Ingi Ásmundsson, forstjóri Landsnets, Henry Alexander Henrysson, aðjúnkt í heimspeki og sagnfræði við Háskóla Íslands og Kristrún Heimisdóttir, fræðimaður við Kólumbíaháskóla í Bandaríkjunum. Pía Hansson ætlar að taka að sér að stjórna umræðunum. Gjörðu þið svo vel og gangið á svið og hefji leikinn. En annar hluti hefst á tveimur stuttum erindum. Lýðræði og viðskipti stuðlaða friði er yfirskrift erindis Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur og síðan mun Anna Jóhannsdóttir fylgja henni með erindi sem fjallar heildstætt öryggi í fjölþjóðasamfélagi. Áslaug Arna. Gjörðu svo vel. Fundastjóri, herra Ólafur Ragnar Grímsson, fundagestir. Ég vil byrja að fá að þakka ykkur fyrir að bjóða mér hér og tala leið og ég hrósa þeim sem að ráðstefnunni standa. Ég hef áður sagt og segi það aftur að mér finnst mikilvægt að hér fari fram reglulega vönduð umræða öryggis- og varnarmál í víðu samhengi. Það er mikilvægt að við sem þjóð séum meðvituð hvað þarf til að tryggja öryggi borgaranna og hér á landi sé til staðar þekking, þannig að hægt sé að skilgreina og leið framkvæma það sem þarf til að sinna vörnum landsins, bæði í hernaðarlegu en ekki síður borgaralegu tilliti. Það reynir vissulega á öflug alþjóðasamskipti. Hvað hernaðarþáttinn höfum við tryggt þann þátt með þátttöku okkar í NATO og með varnarsamning við Bandaríkin. Það fríar okkur þó ekki undan þeirri ábyrgð sem kemur að því að hafa þá þekkingu og reynslu sem þarf. Liður í því að tryggja borgaralegt öryggi snýr einnig eftir tilvikum að NATO en einnig samstarfi löggæslustofnana, lögreglu og landhelgisgæslu við alþjóðastofnanir á borð við Europol, Interpol og fleiri stofnanir. Ágætu fundagestir, flestir þeir þættir sem ég nefndi eru ykkur kunnir og að vissu leyti má segja að þeir séu almenn þekking. Þjóðfélagsumræðan snýr ofta þessum þáttum, þar að segja vera okkar í NATO og reglulega fáum við fréttir af árangursríkum lögregluaðgerðum sem koma til vegna samstarfs okkar við alþjóða löggæslustofnanir, svo dæmi sé tekið. En það eru þó fleiri mikilvægir þættir sem skipta ekki síður máli þó þeir séu sjaldnar í umræðunni. Og þá má nefna hugtök á borð við frið, lýðræði og viðskipti, sem öll eru nátengd þegar betur er að gáð. Sagan hefur sýnt okkur að lýðræðissjóðir eru líklegri til að eiga í friðsamlegri samskipti sín á milli og grípa síður til vopna gegn hvort öðru. Það sama má segja ríki sem eiga í frjálsum viðskiptum og eiga þannig sameiginlegra hagsmuna að gæta. Þannig má sem dæmi nefna að ein meginforsenda friðar í Evrópu síðastliðin 70 ár er að ríkin sem áður börðust við hvort annað á vígvellinum eru hvort í senn orðin að lýðræðisríkjum og eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta í formi frjálsra viðskipta sín á milli. Ég vil nýta tækifærið sem gefst hér í dag að leggja áherslu á mikilvægi frjálsra viðskipta á alþjóðavísu. Það má ætla að hvar sem við stöndum á vængjum stjórnmálanna getum við flest verið sammála að á síðastliðin 200 árum eða svo hafi verið þau framsæknustu í mannkynssögunni. Og í bók sinni Framfarir sem til í íslenskri þýðingu fjallar sænski sagnfræðingurinn Jóhann Norberg það hvernig líf okkar hér á jörðinni hefur aldrei verið betra en einmitt nú. Og það er ekki persónleg skoðun höfundar, heldur fullyrðing sem er rökstudd með staðreyndum. Þó vissulega megi finna skýringar á því, þá eru aukin milliríkjaviðskipti algjör lykilþáttur í að skapa aukna hagsæld. Aukin milliríkjaviðskipti skapa störf, þau ýta undir tækniþróun, þau hjálpa fátækari ríkjum að koma sjálfnir og þannig mætti áfram telja. Þær þjóðir sem hafa náð hvað mestum árangri og framförum á síðustu árum, áratugum og öldum, eru sömu þjóðir og hafa lagt áherslu á milliríkjaviðskipti og vinsamleg samskipti við aðrar þjóðir.
Ég hugsa að fáir velti því kannski fyrir sér daglega, en það má nefna sem dæmi uppfinningu og þróun gáma fyrir flutningaskip. Af því að sú framför ein og sér sem var til með gámavæðingu bætti ekki bara afkastagetu skipaflutninga, heldur var hún til þess að bæta lífskjör út allan heim með betri og öruggari flutningum vara milli landa. Þó ég ætla ekki að fella nánar þróun gámavæðingar. En ég nefni þetta bara sem eitt lítið dæmi það hvernig milliríkja viðskipti leiða af sér þróun og nýsköpun sem aftur leiðir af sér aukna hagsæld og meiri frið. Ágætu fundargestir, frjáls viðskipti eru þó ekki sjálfgefin og það er mikið fyrir þeim haft. Sem dæmi má nefna að oft tekur langan tíma að semja fríverslunarsamninga. Þar flækjast inn ýmiss konar hagsmunir, bæði stórir og smáir. Svo ótrúlega sem það má vera, árið 2018 þá heyrum við reglulega orðið tollastríð þegar við horfum á fréttir. Það snýr kannski að mestu leyti að þeim aðila sem nú ræður ríkjum í Hvíta húsinu, en á sama tíma verðum við ítrekað vör við vantrú og efasemdir ágæti viðskipta meðal þjóðarleiðtoga og einstakra stjórnmálaflokka í Evrópu og Asíu. Hvað sem því líður, þá ætti þetta vekja okkur til umhugsunar og við erum minnt á að frjáls viðskipti eru ekki sjálfsögð. Það má þessu til viðbóta nefna að þegar siglingaleiðir opnast í aukinni mæli norðurskautið mun enn reyna á vilja ríkja til frjálsra viðskipta og vöruflutninga. Ég tel að við eigum að vera óhrædd að halda uppi merkjum frjálsra viðskipta hvar sem við getum. Við vitum að þau leiða til hagsældar og framfara og við vitum að aukin viðskipti auka líkurnar á friði í heiminum. Það er því mikilvægt að við stöndum vörð frjálsan flutning á vörum, þjónustu, fjármagni og fólki því að þannig viðhöldum við bæði hagsæld og friði. Takk fyrir.